Komið sæl og gleðilegt ár. Þetta þátturinn Frumkvöðlar og ég heiti Elinóra. Og þetta ár verður svolítið merkilegt því að á þessu ári mun ég taka upp 200. frumkvöðlaþáttinn, þannig að fylgist með. En í kvöld þá hjá mér Ingi Rafn, vertu velkominn. Þakka þér fyrir. Og þú ert frumkvöðl. Já. Og þú ætlar að segja mér fyrst svona þinn bakgrunn. Já. Já, ég starfaði í bankakerfinu eins og margir á Íslandi. Já. Eitthvað fram yfir hrun. Okay. Nú eftir að ég fór út úr bankakerfinu þá stofnaði ég fyrst fyrirtæki sem heitir Reykjavík Corner Store. Já. Og vefbúð sem að flytur út hönnunarvörur. Okay. Hver var kveikjan að því? Heyrðu, ég hafði bara svo mikinn áhuga á að búa til sölukerfi. Já. Að ég hreinlega stóðst ekki mátið og bara bjóða til. Ertu með einhverja menntun í sambandi við tölvur og svoleiðis? Nei, ég hins vegar afskaplega tæknilega klókur. Okay. Og get reddað svona hlutunum. Já. Nei, ég með menntaði mig aðeins í viðskiptafræði, tók einhverjar diplómur. Já. Í Háskóla Íslands. Já. En já, ég startaði þessari búð, Reykjavík Corner Store. Og það gekk ágætlega. Og seldi alveg heilan helling. Okay. Til útlanda. Já. Það var ekki margir verslað á Íslandi. Það var ekki margir Íslendingar verslað við þá búð. Ég held að þeir séu ekki nema 7 Íslendingarnir sem hafa verslað á reykjavikcornerstore.com. Já. Þannig að þetta 99,999% útflutningur. Já. Sem á sér stað þarna. Já. En ég að svona minnka við mig í því verkefni. Já. Það annar aðili út í Kaupmannahöfn að svona taka kannski forystuna í því verkefni. Hann heitir Ómar Arnarsson. Já. Og að starta með projektið Copenhagen Corner Store. Já, frábært. Og núna bara fæ ég að sitja á kantinum og fylgjast með hvert það fer. Já. Og færðu það eitthvað í þinn hlut sjálfur? Fæ ég? Já. Ég fæ heilmikla ánægju af því. Já, en ekkert í seðlum. Nei, ég á fyrirtækið eitt. Já. Og þetta skuldlaust fyrirtæki. Okay. Og ég þarf engar áhyggjur á því að hafa. Nei. En hvernig kemur maður veru inn á þess að vefverslu? Bara hefur samband við fer inn á síðuna og finnur netfang. Já. Til þess að hafa samband við okkur. Já. Og bara sendir okkur e-mail. Og hvað kostar að koma inn veru hjá þér? Það kostar ekkert. Þetta bara eins og búð. Já. Selur vörur og tekur með álagningu. Já. Okay. Það gott að vita það fyrir fólk sem með nýjar vörur. Já, fyrir hönnuði. Já. Endilega kíkja inn á þetta og ef einhver á ekki að horfa beint í kameruna, ef einhver Íslendingar að fylgjast með, farið á kaupið. Ég meina En í dag þá ég sem sagt í öðru verkefni sem heitir Carolina Fund. Já. Og ég framkvæmdastjóri í fyrirtækinu Carolina Fund EHF. Aha. Og hvað gerir þið? Carolina Fund sú hugmynd, hún svona fór að verða til í framhaldi af bankahruninu á Íslandi. Já. Þar var ég að vinna í Kaupþing banka. Og ég og fleiri, við vildum prófa að búa til eitthvað kerfi sem að gæti þjónustað skapandi aðila og skapandi verkefni fjármagn. Já. Og þá fjármagn sem væri ódýrt, þolinmótt og hagkvæmt. Og við sem sagt byrjuðum að vinna svona viðskipta áætlun og undirbúa stofnun carolinafund.com vefsíðunar sem núna opin. Og það sem sagt hugmyndafræðin á bakvið þetta fyrirtæki að bjóða fólki upp á svokallaða hópfjármögnun. Já. Þannig að margir aðilar geta lagt svona eitthvað til. Já. Allt frá 1 evru upp í hvað sem til þess að hjálpa aðila að koma skapandi verkefni í framkvæmd. Og við vorum að byrja að velta þessu fyrir okkur
á svipuðum tíma og þetta að byrja í Bandaríkjunum. Og í Bandaríkjunum þá þessi markaður orðinn alveg ofboðslega stór og mikill. Hann, ég held að þessi talaði að menn gerir ráð fyrir að hópfjármögnunarmarkaðurinn í heiminum sé að fara að ná því að verða 800 milljarða króna markaður og langmest af því er í Bandaríkjunum. En þetta vex svo hratt, þetta vex í 3 stafa prósentölu á hverju ári, þannig að það er mjög erfitt að í rauninni átta sig á hversu stóran er orðinn og hversu stóran mun verða. En við, svona okkar sjónarhorn á hópfjármögnun er svolítið annað heldur en svona flestar hópfjármögnunarsíður í Bandaríkjunum eru með. Já, hvernig þá? Við lítum sem svo að þetta sé ekki bara tól fyrir aðila til þess að geta lagt pening inn í verkefni, heldur viljum við þróast út í það að verða, ef ég maður sletta á ensku, svona online collaboration tool. Það að segja að aðili sem hefur hugmynd, hann getur komið og lagt fram jafnvel nokkur hráa hugmynd inn í hugmyndakauphöll, þar sem að þjónustuveitendur eru með prófíl. Og þegar einhver hugmynd þarf á einhverjum ákveðnum hæfileikum að halda, segjum að verkefni vanti ljósmyndara, að það fá allir ljósmyndarar sem eru með prófæl inn á karlafund.com atvinnutilboð. Og við viljum hjálpa þessum aðilum að eiga samskipti og skipuleggja verkefni sem þeir eru að fara að framkvæma með verkefnastjórnunarkerfi og svona samskiptatóli. Svo getur fjárfestirinn komið inn í þetta líka á seinni stigum. Og þegar fjárfestirinn kemur inn í hópfjármagnað verkefni í dag, að þá svona það sem vantar einna helst einhvers konar yfirsýn og almennileg innsýn inn í hvað að fara að gerast. Og það mikið kvartað yfir því og það svona hópfjármögnun einna mest gagnrýnd fyrir þetta. En við teljum okkur vera með mjög góða uppskriftaða lausn fyrir þessu vandamáli. En við erum að þreifa fyrir okkur blindni, þetta ekki til, þetta sjónarhorn okkar. Þannig að við erum að tökum þetta eitt skref í einu, vinnum eftir aðferðafræði sem kennd við Lean Startup, Erik Ries skrifaði þá bók, tökum þetta svona eitt skref í einu og það sem við erum búin að gera núna að í byrjun október þá opnuðum við svona einfalda hópfjármögnunarsíðu til að gera fólki kleift að sækja sér fjármagn til almennings og tökum svo skrefin í framhaldinu. Og hvað eru mörg verkefni komin inn á síðuna? Þau eru, ætli sé ekki svona hátt í 10 sem hafa komið inn en einhver hafa nú hætt við og önnur hafa gefið sér stuttan tíma og ekki náð að fjármagna sig. En við erum búin að fjármagna að fullu 2 verkefni og svo eitt verkefni sem komið upp í 97%. Væntanlega þegar þetta sendt út það full fjármagnað, gerir ráð fyrir. En hvernig hafið þið kynnt ykkur hérna á Íslandi? Það svo skrítið að hefðbundnir miðlar, sjónvarp, dagblöð og útvarp, við höfum svo sem farið í einhver viðtöl og þau verkefni sem hafa verið á síðunni hjá okkur hafa farið og fengið viðtöl og svona En það skilar nú samt ekki endilega svo miklu. En það sem að skilar mestu, það eru samfélagsmiðlar. Það talað að yfir 50% af því fjármagni sem kemur inn í svona þessi venjulegu verkefni sem verið að hópfjármagna, að það komi í gegnum samfélagsmiðluna. Okkar reynsla svo að þetta hlutfall er hærra. Það held ég að lágmarki 60% af fjármögnun kemur í gegnum þessa miðla. Hefur unnið þetta í samvinnu við eitthvað eða bara þú sjálfur? Við erum 9 eða 10 sem höfum komið allt að þessu, sem höfum verið að vinna að þessu og mjög fjölbreyttur hópur. Ég starfaði í Thule Music, lítilli teknoplötu útgáfu aldamótin síðustu og fór úr því í bankakerfið og úr því svona frumkvöðla
starf og svo erum við með listamenn, kvikmyndagerðarmenn, forritara og aðila úr viðskiptaháskólum í til dæmis Kaupmannahöfn og Edinborg. Svo forritari var forritari í starfsnámi hjá okkur frá Spáni. Svo erum við með þýskan lögfræðing. Þetta mjög fjölbreyttur hópur. Þetta mjög fjölbreyttur hópur og við höfum svona sagt sko að það þurfi krát til þess að búa til svona crowdfunding síðu. Akkurat, já. En nú ætlum við að taka auglýsingahlé og eftir auglýsinga þá ætlum ég að fá nánar sögum hvernig maður snýr sér ef maður vill setja inn hjá þér upplýsingar verkefni á Karolínufund. Endilega. Fáum auglýsingahlé núna. EiríkurJónsson.is einn vinsælasti vefurinn, fréttir fyrir fólk, fyrir þá sem vilja vita. EiríkurJónsson.is. Veldu þér heimilismat og plokkfiskur fylgir frítt með. Hefðbundin heimilismatur frá sjávarbarnum fæst í Æslandbúðinni Engihjalla. Æsland og sjávarbarinn. Brautarholtsvöllur, einn af 5 skemmtilegustu sem Þórður Rafn Gissurarson, atvinnumaður á EPD-bóndaröðinni, hefur spilað. Nýir félagar velkomnir, gbr.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur, þetta þátturinn Frumkvölar og ég heiti Elinóra. Hjá mér Ingi Rafn frá Karolínufund og Reykjavík Kornistúr. Já. Og við vorum að tala um Karolínufund. Já. Ef ég vil setja inn verkefni, mér vantar fjármagn, hvað ger ég? Hvernig fer það ferli fram? Já. Það gerist þannig að þú getur farið inn á síðuna hjá okkur og þar sérðu netfang til að senda bara post á. Já. Og þú bara sendir okkur einfalda post. Já. Og við svörum hæl og leiðum því gegnum það. Það sem að þú þarft að þær upplýsingar sem þú þarft að koma með eru svona heilsteiktur texti hvað verkefni snýst. En þar erum við samt bara að tala hálfa til eina blaðsíðu. A4 síðu. Þú þarft að helst að vera með fallegar myndir og gott vídeó, stutt vídeó, kannski mestalagi 4-5 mínútur. Svona söluvídeó. Já, og þar sem að þú segir svona svolítið klift og skorið út af hvað þetta gengur. Já. Þannig að fólk geti séð þig og heyrt þig segja frá þessu. Og nú svo þarfst að ákveða hvað fær fólk í staðinn fyrir að setja pening í þetta. Og það sem fólk áttar sig oft ekki á að við erum ekkert endilega bara að tengja verkefni við fagfjárfesta. Það eru margir sem að skilja þetta ekki, halda að þetta gangi út á að finna fagfjárfesta. Þetta gengur út á að virkja fé frá almenningi. Og það geta verið ofboðslega lágar upphæðir. Þú getur sett bara 1 evru í verkefnið 165 krónur. Og þar með ertu búin að taka þátt. Og ég þess vegna hvet alla til þess að prófa bara að fara inn á karolínufund.com alveg í einum grænum, horfa beint í myndavélina segja þetta og setja inn 1 evru í eitthvað verkefni af handahúfi. En þú þarft að ákveða hvað það er sem að þú ætlar að láta fólk fá í staðinn. Hvað svona venjulegt? Já, það sem að tíðkast að fyrir svona lægri upphæð, 1 til 5 til 10 evrur, eitthvað svoleiðis, að þá færðu þakkarbréf í e-maili og svo færðu nafnið þitt ofta á kreditlista ef þetta til dæmis stuttmynd eða bíómynd eða ef þetta geisladiskur, eitthvað svoleiðis hljómplata eða bók, að þá færðu nafnið þitt á svona þakkarlista og það er mjög skemmtilegt að fá nafnið sitt á þakkarlista. Mér finnst það allavega. Og svo þegar upphæðin hækkar aðeins 20-30 evrur eitthvað svoleiðis eða 15 til 30 evrur að þá færðu yfirleitt bara vöruna í hendur þegar hún tilbúin. Þá getur ef þetta hljómplata þá færðu diskinn sendan eða DFD myndina, hvað sem og það
þó að þetta sé í rauninni bara fórkaup á vöru, að þá er þetta miklu skemmtilegra heldur en að bara kaupa vöru. Vegna þess að þú setur pening í þetta löngu áður en varan verður tilbúin, þú fylgist með þessu og fær fréttir af þessu, það er spenna í kringum þetta vegna þess að til að byrja með þá veist ekki hvort að af þessu verkefni verður eða ekki. Það þarf að ná 100% fjármögnun á einhverjum skömmum tíma, yfirleitt 2 mánuðum eitthvað svoleiðis. Já, það eru cirka 2 mánuðir sem að... Já, það er svo sem ekkert heilagt en það er ágætis tími, 1 til 2 mánuðir. Já. Þannig að það er spennandi að vita hvort það næst upp í 100% fjármögnun á þessum tíma og þegar þetta fer í framkvæmd þá getur þú kíkt inn á síðuna hjá okkur og skoðað verkefna stjórnunartólið og séð hver staðan er, hvað er búið og hvað er eftir og þess að það. Og svo er sá sem að stendur fyrir verkefninu yfirleitt svolítið duglegur við að láta fólk vita, senda e-mail og skrifa svona það sem heitir á ensku status update. Já, en þarf fólk semst að ná 100% fjármögnun til þess að það er ekki þannig að þú fær bara allt sem þú aflar sem verkefnastjóri? Þannig virkum við ekki, í dag. Ástæðan fyrir þessu er í rauninni svo að ef að þú telur þig vera að styrkja segjum hljómplötu en svo ert þú sá eini sem styrkir hljómplötuna og heildar upphæðin sem safnast kannski bara 20 eurur að þá mun sú hljómplata kannski ekki verða á þeim gæðastandard sem þú taldir þig vera að Þannig að það er engin áhætta fyrir þá sem er að gefa? Nei. Það er ekkert tekið út á kortinu nema að það verði 100%? Já, við reyndar virkar þannig sko að það er tekið út strax en það er bara skilað tilbaka ef að eða næst ekki, ef heildar upp eða næst ekki. Já, okay. Þannig að það er engin áhætta og það kostar ekki neitt. Nei. En við erum með þetta í evrum út af því að við viljum gera fólki út allan heim kleift að koma með pening inn í íslensk skapandi verkefni. Og reynsla okkar er svo að það er cirka 25% af fjármagninu sem er að koma inn í þessi verkefni er að koma erlendis frá. Já, það? Já, og þetta hlutfall mun væntanlega vonandi breytast í þá átt að fjármagni kemur að megninu til erlendis frá. Já. Það er von okkar. En þeir sem við segjum að einhver sem á einhvern pening langar til þess að borga góða summu í eitthvað verkefni, líst vel á það. Getur hann eignast þá hluti í verkefninu eða hvernig? Já, við erum að gera okkur klár í það að hjálpa sprotafyrirtækjum að selja hlutafé gegnum vettvanginn. Það er nú kannski aðeins vand með farnara heldur en þegar þú ert að forselja til dæmis hljómplötu. Þannig að við tökum þetta eitt skref í einu. En jú, við stefnum að því að opna fyrir það núna fljótlega á árinu 2013. Skulum segja á árinu 2013. Okay. Þetta byrjaði aðeins í Evrópu, þetta byrjaði í Svíþjóð. Það er síða sem heitir Funded by Me og þau eru nýbyrjuð að hjálpa sprotafyrirtækjum að sækja sér fjármagn. Þannig að það er alveg og það er ár síðan þetta byrjaði í Bretlandi. Þannig að við höfum svona ákveðna uppskrift af því hvernig réttast er að gera þetta. Og við munum svolítið fylgja því sem að reynslu annara. En hvað eru þið að taka fyrir að hafa verkefnin í? Við tökum 5% þóknun af heildarupphæðinni sem safnast. Og sama hver hún er. Verkefni má fara langt fram úr því sem beðið um. Svo notum við borgun sem okkar greiðslumiðlun og það getur verið eitthvað 3–3,5% sem að fer í greiðslumiðlunarkostnað. Þannig heildar upphæðin, heildarþóknunin, hún getur orðið 8,5%. En þegar fólk er að leggja inn hærri upphæðir, þá hvetjum við nú fólk kannski til þess að nota netbankan eftir það kostar ekki neitt. Þá í rauninni kemur meira til þess sem að stendur fyrir verkefni. Já. En getur þú nefnt með dæmi eitthvað verkefni sem hefur náð 100% fjármögnun hjá þér? Hjá okkur? Já. Hljómplata Péturs Ben sem heitir God's Lonely Man. Hún fjármagnaði framleiðsluna á plötunni. Það var búið að fara í stúdíó og búið að taka upp og allt klárt. Svo vantaði pening til að bara breyta þessu í geisladisk sem hægt var að fara með í búðir. Og það heppnaðist. Hvað var hann að biðja mikið pening? Það var 500.000. Eitthvað svoleiðis. En er það ekki rétt hjá mér að það er skynsamlegra að
biðja læri upphæð heldur en hærri upp á að ná 100%? Jú, og það er óbúslega skemmtilegt að fara fram úr áætlun. Já. Að vera með... Er það hægt? Það er vel hægt, já. Það er hægt að fara alveg upp í 1000% fjármögnun. Já. Ef að svona margir vilja leggja verkefninu lið. Já. En þarf ekki fólk að setja inn efni þá á ensku ef þetta á að ná til útlendinga? Við erum með þetta á ensku og íslensku, stundum líka á þýsku. Já. En við viljum hafa þetta á ensku til þess að allir geti tekið þátt. Já, einmitt. Það er en við erum með ensku sérfræðingar til að lesa yfir. Já, þannig að maður þarf ekki að vera hræddur það. Já, en með vídeón, getið þið sett texta á vídeón? Við höfum nú verið að hjálpa fólki alveg, það er svona mismikið hversu mikla aðstoð fólk þarf. Já. En okkar svona grundvallar atriði samt að aðilinn honum full alvara að fara með þetta verkefni alla leið. Já. Og það þarf að ganga frá samningin þess efnis við okkur, en hins vegar þá þetta tilraunastarfsemi. Já. Og fólk þarf að átta sig á því að þetta ekki alveg eins og að fólk kaupa vöru. Þetta þú ert að taka þátt í tilraun. Já. Og tilraunin getur einfaldlega misheppnast. Og það bæði það sem svo skemmtilegt og spennandi við þetta. Já. En ég ætla að nefna eitt dæmi vöru sem ég keypti með þessum hætti frá Bandaríkjunum. Hún heitir Twig og sem sagt lítið tengi sem þú stingur í iPhone og getur látið iPhone svona standa með alls konar skemmtilegum hætti á þessu tengi. Þetta svona statíf. En svo getur líka tengt þetta í tölvu og hlaðið hann og ýmislegt svoleiðis. Þannig þetta svona lítil og sæt græja. Já. Og ég setti pening í þetta verkefni og var þá á þeim tíma að hugsa að fá mér iPhone. Svo þetta var þegar iPhone 4 var. Svo þegar verkefni var einmitt búið og verkefnastjórinn sendi út tölvupóst að græjan væri tilbúin og núna myndu við fara að senda þetta, að þá kom iPhone 5 og hafa búið að breyta tenginu á símanum. Þannig að verkefnið það heppnaðist en misheppnaðist samt. En mér fannst þetta bara alveg óbúslega skemmtilegt því að þetta var svo spennandi. Já. Og svo þegar þetta gerðist að þá Fékkstu fyrsta eintakið? Ég fékk eintakið, svo hætti ég bara við að fá mér iPhone og gaf einstakling græjuna sem á iPhone 4. Já. En hver svona framtíðarplön fyrir Karolínu Fund? Framtíðarplönin okkar eru að þroskast í þennan samstarfsvettvang þar sem að þjónustuveitendur, hugmyndasmiðir og fjárfestar geta sameinast að gera verkefni að raunveruleika. Og okkar svona veðmál það að það færist verulega í aukana á næstu árum að fólk kjósi að starfa með þessum hætti. Að starfa við sem svona frílans við hugmyndasköpun og að starfa heima hjá sér að einhverju verkefni til dæmis. Sem þjónustuveitandi þá getur þú gert tilboð í verkefni út allan heim í gegnum síðun okkar. Þetta ekki til í því formi sem við erum að búa þetta til í og þannig að þetta óbúslega spennandi. En ég alveg viss að okkar veðmál rétt. Já, það þarf fyrir þetta. Ég held það. Facebook fyrir fagmenn. Já, en því miður þá tíminn okkar búinn, en í lok þáttarins þá ætlum við að sjá vídeó frá Benedikt og Friðriki Þór af því að þeir eru að biðja fjármögnun fyrir sitt verkefni. Já. Og ég óska þér innilega til hamingju með þína frumkvöðlastarfsemi og gangi vel með Karolínu Fund. Og ég þakka fyrir í kvöld og hvet ykkur til þess að kíkja á karolinafund.com og kynna ykkur málið og við sjáumst í næstu viku. Verið sæl. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper